Komiði sæl, kæru ungmenni og velkomin í fjárfestingaráð Frímanns. Til hamingju með tímamótin, þið eruð orðin fjárráða. Það fylgir því mikil ábyrgð að vera fjárráða. Því að valkostirnir eru allstaðar og freistingarnar út allt. Það væri auðvitað dæmigert af óhörnuðu ungu fólki að velja einhverjar óskynnsamar leiðir eins og til dæmis tölvuspil, sælgæti, skamminnar skemmtanir eða eitthvað því líkt. En ég ætla aftur á móti að benda ykkur á nokkra skynnsama kosti. Til dæmis að byrja að safna enskum eðal mygluostum eða fjárfesta í námi eða fjárfesta í ljóðlist. Valið er ykkar. Þið eigið að velja. Ljóðlist. Vel valið. List ljóðsins. List orðanna. Auðvitað er fólk alltaf að fjárfesta í listum og yfirleitt í myndlist sem er nú ver og miður því að það er dálítið ofmetin list að mínu mati. Vanmetnasta listgreinin er án efa ljóðlistin því að pennin getur verið beittari en sverðið. Við skulum gefa okkur dæmi. Segjum sem svo að þú hafir 10.000 krónur og þú getur valið 3 valkosti. Númer 1. Að kaupa bara svona ódýrt ljóð, skulum segja á það bil 500 krónur sem að en númer 2 að versla dýrt, vandað, fallegt ljóð á allar 10.000 krónurnar. Og svo auðvitað verð ég að bjóða upp á 3. valkostin sem er númer 3, það er að kaupa ekkert ljóð. En ykkar er valið, gjörið svo vel. Já, ég get nú ekki sagt að þetta val hafi komið mér mikið á óvart. Ég veit alveg hvað þú ert að hugsa. Þú ætlar að taka afganginn af peningnum og eyðunum í einhverja vitleysu. Sælgæti, tölvuspil og annað slíkt. Þannig að þú verður að átta þig á því. Þetta verður dýrmæt lexía. Þú uppskerð eins og þú sáir. Auðvitað get ég bara kasta saman og hnoðað í eitthvað lélegt ljóð, eitthvað ódýrt ljóð. Það er nú ekki mikið mál. Hér kemur það. Gaman er að hlusta óperu á, sérstaklega eftir Puccini. Það er sérstaklega gaman þá ef þú ert með fallegt útsýni. Já, þetta var nú ekki svo slæmt. En bíddu, ég get nú örugglega gert verra en þetta. Þú mátt ekki eiga þetta ljóð. Þetta var mitt ljóð. Hendum bara saman eitthvað, kötturinn fór út á götuna og datt síðan ofan í fötuna og þá fór að rigna á hans tigna eitthvað, það er bara eitthvað svona ódýrt og lélegt.